Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Við heilsum ykkur frá Hafnargötunni í Keflavík, aðal verslunargötu bæjarins. Og þrátt fyrir 10 stiga hita og blíðu undanfarna daga, já, þá verður hún að hluta til þakinn snjó. Ástæðan er einföld, hér fara fram tökur á bandarískri þáttaröð. En þetta er stærsta kvikmyndaverkefni Íslandssögunnar. Meir það hér á eftir, við ætlum að ræða meðal annars við bæjarstjórann og fleiri. En við gerum líka meira, við förum í garðslátt. Rétt fyrir upphaf aðventu, já, ótrúlegt en satt. Og svo förum við til Grindavíkur á fjörugan föstudag og fáum fisk og franskar. En við ætlum að byrja með bæjarstjórunum á Hafnargötunni. Hvaða þýðingu hefur svona stórt verkefni hér í bæjarfélaginu? Já, Kjartan, það er Hollywood bragur á Hafnargötunni í Keflavík. Já, það er mikið að vera. Hvernig líst þér á þetta? Mjög vel. Þetta er stór framleiðsla á þessum sjónvarpsþáttum. True Detective. Bandaríska sjónvarpsstöðin HBO eða HBO er að framleiða þetta. Og True North er þeirra umboðsaðal á Íslandi og komum til okkar í sumar til þess að ámálga það við okkur að fá að gera þetta svona. Og eftir svona einhverja skoðun náttúrulega þá var ákveðið að slá til og gera þeim kleift að gera þetta hér. Þetta er bara flott, gaman. Það stendur mikið til og já, þegar við erum að tala saman hérna þá er þetta náttúrulega byrjað og það er sérkennilegt að sjá hérna, já, allan þennan snjó. Þetta á náttúrulega að gerast í Alaska. Í Alaska. Já. Og Alaska er hluti af Bandaríkjunum. Þannig að þetta eru bandaríski þættir og bandarísk saga sem á að gerast í litlu þorpi í Alaska. Og þar er vetrarríki, snjór, sagan gerist að vetri til. Það er ekki beint búið að vera vetrarríki á Íslandi og Suðurnesjum síðustu daga? Nei, heldur betur ekki maður. Og núna þegar við erum hér, þá er bara, ég veit ekki hvað, 10 stiga hiti og súld. Já. Finnst þér þetta hafa einhverja þýðingu svona fyrir bæjarfélagið? Er þetta... Já, við vitum það náttúrulega ekki alveg, sko. Við höfum ekki fengið nákvæmar upplýsingar söguþráð, en okkur er sagt að þetta muni ekki hafa neikvæð áhrif á bæinn eða sögu hans og það var nú eitt af skilyrðunum sem við settum. Og annað skilyrði sem við settum var að allir sem að teldu sig að einhverju leyti verða fyrir skakkaföllum eða tapa sölu til dæmis hér á Hafnargötunni eða eitthvað svona. Verslanir og fyrirtæki. Þjónustaðalar, þeir fengi það bætt og það, eftir því sem ég veit best, ég hef ekki heyrt annað, þá er búið að semja það við allt og alla. Þannig að, en svo segja þeir okkur umboðsaðilar stöðurinnar hér á landi að sem sagt True North, að það sé mjög stór hópur fólks sem að hefur það á stefnuskránni að fara á svona tökustaði, þú veist, þegar búið er að sýna þættina, að þá sé hópur sem fer á vettvang og vill sjá hvernig þetta lítur út í alvöru. Þannig að, en hvort að það verður reyndi, ég veit það ekki, þú veist, við verðum bara að sjá til með það, hvort að hér verður einhverju ferðamenn sérstaklega til þess að sjá Hafnargötuna í sinni réttu mynd. En aðalega hérna á Hafnargötunni, þeir hafa greinilega tekið vel í þetta og það náðst samstarf þetta. Já, eins og sé, ég hef ekki heyrt annað. Við sjáum hérna Ennis Park Hotel og... Keilir og Pattís. Já, Casino Bingo. Já, gamla skóbúðin hérna. Já, það er búið að eiga helling við leikmyndina. Og Raggi Rakkari er orðið að þvottahúsi núna og svona, það hafa allir greinilega vilja að leggja málinu lið, sem er bara fínt. Samstaðan er í lagi hjá okkur. Og við náttúrulega erum, Suðurnesjamenn, náttúrulega vorum með bandarískt varnarlið hérna í 50 eitthvað ár. Þannig að við þekkjum að... 60 ár. Já, 60 ár. Já. Þetta er okkur ekki ókunnur. Nei, við... Og að sjá þessa síma eða þessa rafmagnsstaura og símalínur hér, þú veist, þetta er... Það eru mörg ár síðan að þetta var náttúrulega svona einhverju mynd í okkar bæ sem betur fyrr, langt úr lið, en þetta er svona víða erlendis ennþá.
það sem erfitt kannski að koma raflögnum og svona í jörð vegna frost eða eitthvað, ég veit ekki af hverju það svona þar, en þetta svolítið sérstakt að sjá þetta allt saman. En þetta bara hlutaleikmynd og við bara sýnum því skilning. True North sem svona aðili þessa verkefnis hér á Íslandi, voru þeir í samstarfi við bæjarfélagið? Já, því leytinu til að þeir komu hér og eins og ég segi í sumar og óskuðu eftir viðræðum við okkur hvort þetta væri hægt. Þeir voru búin að skoða víða, töldu þetta passa best við þær upplýsingar sem þeir höfðu að leita að tökustöðum og að ákveðnu skilyrðum uppfylltum þá var ákveðið að verða við því bara og það sjálfsagt. Og hér eru núna, en því sem að mér skilst, tæplega 300 manns að vinna. Og ekki allir hérna á þessu setti, heldur mikið af bílum hérna fyrir neðan, alls konar trukkum, þjónustubílum í kringum þetta. Og þetta eru tæplega milli 250 og 300 manns að vinna hérna þessa daga. Já. Og þetta kemur hérna bara í upphafi aðventu og við fáum snjó hérna á aðventunni. Já, einmitt, við fáum hann. Og það verður gaman að sjá svo endalegu útkomuna. Mér skilst að þættirnir verið sýndir í Bandaríkjunum að ári, næsta haustið 2023. Og þá fáum við væntanlega að sjá eitthvað svona inn í þetta, hvernig þetta lítur út. Þeir hafa ekkert viljað fá bæjarstjórann í lítið hlutverk? Ekki ennþá. Þú býður kannski ennþá og vonar að... Nei, ég get nú ekki sagt það, sko. En það verður líka svolítið gaman fyrir okkur að, sko, þeir hafa verið að taka víðar. Þeir hafa verið að taka á Dalvík og Vatnsleysuströnd og svona. Og þau skilst mér, þær senur eiga að gerast hér líka. Þannig að við allt í einu sjáum Vatnsleysuströndina bara þessi skrúkarunn eða eitthvað, skilur. Það verður mjög sérstakt fyrir okkur. Þetta svona svipuð áhrif og þættirnir sem voru teknir bæði upp, íslensku þættirnir teknir bæði upp á Siglufirði og Seyðisfirði, sett saman í eitt þorp. Þannig að við eftir að hlæja þessu kannski. Einar, hvernig hefur þetta gengið, svona undirbúningur og þetta hellingur sem þarf að gera hérna til að hlutinni gangi upp? Já, þetta mikill undirbúningur og mikið umfang. Og við erum búin að vera lengi að undirbúa þetta. Þetta náttúrulega erfiður staður að vera í verslunargötu bæjarins, fullt af fólki sem á hagsmuna að gæta hérna. Þannig að þetta búið að vera langur aðdragandi en gengið mjög vel og svona í flestum tilfellum er bara mjög vel tekið í þetta og fólk hjálpar okkur heilmikið, þannig að það eina leiðin til að gangi upp. Veðrið kannski ekki alveg hjálp ykkur, það eiginlega sumarveður og þið þurfa að setja upp aðstæður eins og það sé í Alaska þar sem snjór á þessum tíma? Eða ekki? Eða þegar myndin, þegar tökurnar, þegar hlutinir að gerast? Það mætti alveg vera skárlega, sko. Það hefur verið fínt að fá smá kulda og minna rok og ekki þessa rigningu. En við erum samt að gera þetta og þetta gengur. Við erum að mynda náttúrulega heilmikið inn á stöðum líka, þannig að þetta eru sjónarhorn út glugga og svona sem að þarf að snjódressa eins og við kallum það. Mikið erfið snjó. En við höfum alveg kosið betra veður. En við höfum heyrt að þið hafið þurft að breyta eins og inn á Pattískránni, þar hafið þið breytt öllu innvolsi og er það á fleiri stöðum? Já, þetta eru leikmyndir inn á þessum stöðum sem að eigendurnir munu ekki þekkja staðinn sinn þegar þeir koma þarna inn á. Þetta er bara, leikmynd og gerbreytt það sem við erum að gera og svo utan á stöðum, bíó er hérna orðið svona einhver súpermarkaðar. Já. En máttu segja ykkur eitthvað, hvar eru tökurnar? Er þetta hérna úti eða er þetta inni eða bæði? Það er svo sem ekkert leyndamál, þetta er bara úti og inni og sjáum að það er mikið umfang hérna á Pattís og við erum hérna á móti, þarna er komin hérna útivistarbúð og þetta eru nokkrir staðir inn í götunni sem mynda inn á en svo líka út á götunni, utandyra. Já. Jodie Foster og helstu leikararnir spranga hér um? Já, örugglega. Örugglega. Svo, þykist við vita að þið hafið leigt hús á götu við Sunnubraut í Keflavík og þar verða einhverjar tökur og... Já, við förum þangað, millitíðinni förum upp í Ásbrú og myndum þar skóla og svo förum við upp í Sunnubraut. Þannig að við erum bara að gernýta
Reykjanesi. Þetta svæði hérna, þetta tökusvæði, var þetta eitthvað sem að, já, passaði akkurat fyrir ykkur? Já, þú veist, erfitt að segja hvað það akkurat, en leikmyndahönnur og leikstýra og allir sem að koma að þessu framleiðendur eru búin að margskoða þetta og sáu eitthvað út úr því að þetta gæti samsamast við götu í Alaska sem að þau eru svona að byggja þetta svolítið á. Já. En þetta kannski ekki akkurat, það þarf að breyta heilmiklu og nota brellur. Já. Mikið af brellum? Já, endalaust af brellum. Já. Þannig að þið eru bara mjög sátt. Já, ég er mjög sátt bara og þakklátt fyrir bara aðstofuna sem fengi hérna hjá bænum og íbúum Keflavíkur, Reykjanes. En svo hafa þið verið að flagga bandaríska fánanum hérna og meðal annars á hinum merka stað í skrúðgarðinum í Keflavík þar sem að einhver aðrir þjóðfánar hafa verið, fengið að fara á loft eins og við segjum, sko. Þannig að þetta hefur nú farið, jafnvel misjafnlega í suma. Já. Eðlilega. Ekki allir sáttu við það? Nei, og við vissum það, eða reiknum með því að það geti farið þannig. En þetta nú bara leikmynd, það ekki verið að flagga fánanum sem slíkum. Nei. Og íslensk fánalög ná svo sem yfir íslenska fána fyrst og fremst og samstarf hans eða sambland hans við erlenda fána. Og það reglur og lög eiga ekkert við svona held ég, sko. Þetta bara leikmynd og í leikmynd allt hægt einhvern veginn og við verðum bara að vinna því og við þekkjum hvernig kúltúrinn í Bandaríkjunum. Þau sem hafa komið til Bandaríkjanna vita að maður sér eiginlega aldrei tóma flaggstöng. Það alltaf verið að flagga bandaríska fánanum út allt og þessi stóra stöng okkar hérna í skrúðgarðinum, hún kemur inn í myndavélina frá ákveðnum sjónarhornum og þá þeir eru áttuðu sig á því, þá óskuðu eftir því að fá að hafa bara fána þar. Já. Og hvort að hans verður notaður eða sést eitthvað, við vitum það ekki. En ég bið bæjarbúa bara andarólega, við erum að, þetta leikmynd. Já. Þetta í þykju. Já. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Áhyggjur af því, Hannes, að nágrannarnir séu að fara áhyggjur af þér? Þeir hafa miklar áhyggjur af mér. Það bara alveg sama hvað ég geri, þá hafa þau alltaf áhyggjur af mér. En það gott af því það svo góð vinskapur í götunni. En það allir í þessu hverfi að hengja upp jólaljós. En hvað þú þá að gera? Já, sko, ég held nú að þeir eru svolítið að flýta sér, sko. Og það ágætt svona að áður en maður þarf að hengja upp jólaljósin að reyna að hafa hitt í lagi. Þeir hafa ekki ennþá slegið. Og þetta var náttúrulega ekki orðið mikill sóma þessu grasi hérna hjá mér áður. Þetta voru orðnar torfærur og sinur og ég veit ekki hvað. Og ég hugsaði úr því að vorið svona langt hjá okkur hérna, eða sumarið, að það væri þá alveg full ástæða til þess að slá og ég hef aldrei slegið svona sent í nóvember áður. Og ég reyndar aldrei slegið í nóvember, 9. október eða sent í september. Þannig að þetta eitthvað alveg nýtt og þá gott að prófa það. 25. nóvember í dag. 25. nóvember. Og þú þurft að losa pokann nokkuð oft? Ég hef aldrei fengið svona mikið gras upp úr sláttuvélinni, sko. Aldrei. Þetta var 3 sinnum eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta var bara mjög skemmtileg upplifun. En hvað að gerast í garðinum hér? Men af hverju svona mikið spretta? Já, sumarið kom náttúrulega seint. Það var það og svo náttúrulega auðvitað, þú veist, verður maður bara átt að segja því þetta bara breytt veðurfar og ég sló í byrjun sko september og hélt að það nú síðasti slátturinn en síðan hefur bara vaxið og vaxið og ennþá það alveg grænt og það græna mín megin heldur en hjá hinum þannig að það líka búið að skemma þann málsátt og þannig að þetta eru bara veðurfarsbreytingarna sem að gera þetta. Þetta mjög óvanlegt. Þú hefur aldrei séð svona áður hérna?
Ég hef aldrei séð svona áður hér en ég man eftir því fyrir einhverjum árum og þá labbaði ég á stuttarnaból á annan jóladag upp á Esju. Og það var líka mjög merkileg tilfinning sko, því það átti ekki að vera. Þannig að hérna, nei, þetta er bara alveg ótrúlegt og það sem er náttúrulega alveg það ótrúlegast í þessu öllu sko, er að ég er að slá hérna grasið 25. nóvember á sama tíma og allir smiðir bæjarins eru komnir í að smíða snjóskaflana í Hafnargötu fyrir kvikmyndatöku. Það finnst mér svolítið magnað. Já, þetta eru einkennilegar aðfarir við að búa til snjó. Já, þetta, en við verðum að hafa þetta svolítið jólalegt í 1 eða 2 daga, þannig að það er alveg full ástæða til þess að hætta í húsasmíðum og fara að smíða skafla. Þetta er kannski bara ný tegund af jólaskreytingum að vera með svona heimasmíðaða skafla. Já, sem þola öll veður og þennan 10 stiga hita sem er hérna dag eftir dag. Og þetta er náttúrulega líka bara svolítið í anda okkar hérna í Keflavík sko, að við höfum alla hluti vel skipulega, ákveðum hvar sko hérna snjóskaflarnir eiga að vera og svona, þannig að þetta er náttúrulega bara, þetta er til fyrirmyndar. En svona yfir í, hvað ætti fólk að vera að gera í garðinu núna í nóvember? Ertu búin að setja niður haustlaukan og allt þetta? Það er löngu liðið. Það ætti ekki að vera að gera eitt eða neitt núna í nóvember. Það ætti bara að vera inni og fá sér heitt kakó og totti sko. Hér á að vera allt þakið í snjó og svona að vera að búa til jólastemningu en það er, maður verður bara að finna nýja jólastemningu núna. Þú ert með kalt gróðurhús og þar eru blómstrandi rósir. Já, það er alltaf á fullri ferð. Það er líka eitthvað óvanlegt, þú verður aldrei séð það heldur? Já, heldur ekki séð það sko, að þú veist, þetta er alveg eðlilegt, þú veist, að það er með upphitað gróðurhús og eitthvað svoleiðis sko, að rósirnar séu á fullri ferð en hérna, þær eru orðnar hvað voru 1,5 metri eða eitthvað svoleiðis að hafa. Þannig að hérna, maður ræður ekki neitt orðið. En þú sagði mér að þú varst hérna að blása laufinu hérna úr grasinu. Þú leyfir laufinu að liggja í beðan. Já, af því að laufið í beðunum, það er bara til þess að hjálpa gróðurinn þegar hann fer á stað í vor sko. Að heldur hita á þeim, þú veist, ef það kemur frostið eitthvað svoleiðis eða hindra frostið sko. En svo sér maður núna sko að það er fullt af stöðum þar sem eru plöntur sem eiga bara ekkert að vera græna núna sko. Þetta er iðagrænt. Þetta er alveg iðagrænt og þessi hér, þetta er sko selt í gróðrarstöðunum sem einar planta. Og maður hefur þetta vennilega í pottum og ég skutlaði þessu einhvern tíðan niður fyrir 4-5 árum síðan og þetta er svona venjan að þetta blómstri nú bara svona einhvern tíðan í sko júni, júli eða eitthvað svoleiðis. Nú er þetta ennþá gult og fallegt og blöðin græn og þannig að þetta er merkilegt. En hefur ekkert áhyggjur af því að þetta geti svona þegar veturinn komi að það eigi eftir að refsa garðinum eitthvað? Nei, ég hef engar áhyggjur af því að ég var ekkert að klippa þetta svo hérna stutt sko. Þannig að hérna og ég hef einhvern veginn trú á því sko að með við veðurspána að þetta verði eitthvað fram í hérna allavega desember að ég þarf ekki að hafa neinar áhyggjur af því. En hvað er þá framundan hjá Hannesi? Núna? Já. Nú er að koma aðventan sko, nú fer ég að gera þetta samkvæmt regluna að fara að skreyta húsið. Að hérna ég og Andri við höldum okkur við það að vera svolítið svona ekkert að flýta okkur of mikið sko. Og svo förum við bara á hverju laugardegi núna alveg fram að jólum og setjum eina seríu og eitthvað svona smá og gerum þetta huggulegt og skemmtilegt. Sláum svo grasið inn á milli þar. Hvenær áttu svo þá von á því að vorverkin hefjast með hérna? Mér sýnist það eiginlega bara það er hefjast hálfgert vor, það er komið brum. Það er komið brum á trén sko og hérna, þannig að mér sýnist nú bara með allt og allt að vorverkin séu bara hafin. Þannig að hérna, en auðvitað þú veist þetta verður apríl, maí eitthvað svoleiðis, þá fer maður svona að snyrta þetta eitthvað til. En auðvitað er þetta ekkert gott fyrir gróðurinn, þú veist að vera bruma svona í nóvember og desember. Það er mánuður til jóla. Mánuður til jóla. Þannig að þetta verður bara allt mjög spennandi. En áttu vonaðu þú sérst að fara að leggja sláttuvélinni núna? Fer hún í geymsluna núna? Hún fer inn í geymsluna en ég er snöggur að taka hann út ef þetta fer aftur úr hérna verður stjórnlaust aftur sko. En þetta var, þú sást það, þetta var bara talsveit mikið gras komið. Þetta var bara ef kylfingarnar myndu skoða þetta, þá myndu ég fyrir kalla þetta eitthvað karga. Já, þetta var bara röff. Það var ekkert öðruvísi sko.
Þetta er náttúrulega hæsti punkturinn í bænum en alveg ábyggilega svo langgróður. Ég held líka, sko, hér voru svona skemmur og svoleiðis, skreiðaskemmur og annað. Það gæti verið afrastur af því, sko. Eitthvað eftir í. Já. Og það sé allt þarna í grasinu á mér og þess vegna sé að grænt ennþá. Það gæti verið. En þetta er gaman að þessu. Já. Þetta er eins og á að vera. Þetta er eins og þetta á að vera, sko. Aðalsteinn Ingólfsson, listfræðingur, hlaut Súluna menningarverðlaun Reykjanesbæjar 2022. Verðlaunin eru veitt þeim sem stutt hafa vel við menningarlíf sveitafélagsins og var þetta í 27. sinn sem Súlan var afhent. Verðlaunin fær Aðalsteinn fyrir framlag sitt til uppbyggingar og eflingar listasafns Reykjanesbæjar. Verðlaunagreipurinn er silfursúla eftir keppvísku listakonuna Elísabetu Ásberg. Á síðastliðnum 19 árum hefur Aðalsteinn sett upp í það minnsta 36 myndlistasýningar hjá listasafni Reykjanesbæjar ásamt því að setja í listráði safnsins allt til ársins 2020. Aðalsteinn bjó fram á unglingsár í Njarðvík en hann sótti sér framhaldsmenntun meðal annars á sviði bókmennta og listasögu við erlenda háskóla og hefur starfað sem listfræðingur, stundakennari í listfræði við Háskóla Íslands og auk þess sjálfstætt sem sýningarstjóri og gagnrýnandi. Þá hefur Aðalsteinn ritað mikið myndlist en nýjasta bók hans heitir Þingvellir í íslenskri myndlist. Eftir 2 ára COVID-pásu gátu Grindvíkingar haldið sinn fjöruga föstudag en þá sameinast fyrirtækin við Hafnargötu í að búa til skemmtilegan dag með tilboðum og lengri opnunartíma en síðasti föstudagur nóvembermánaðar er venjulega sá fjörugi. Hér sýnum við ykkur stutt brot frá þessum skemmtilega degi í Grindavík en verðum með ítarlega umfjöllun í næstu viku. Það er sko 7-8. skiptið, við byrjuðum 13 sko, en síðan mistuðu þarna út allavega 2 skipti, bara út af COVID-inu. Já, það voru fleiri sem lentu víst í því. Já, það eru allir sem hafa lent einhvern veginn í því sko. En hvað, þetta er í fyrsta skipti sem þið eru á þessum stað núna, er þetta ekki rosalegu munur? Þetta er miklu rýmra mannskapi núna. Já, þetta er alveg 2-falt betra. Þetta er 2 sinnum stærra pláss og ég held að það passi betur fyrir hljómlistina sem að fylgir þessu og þeir njóti sín betur og fólki líka. Þessi kokkur sem er að reka þessa fish and chips stað í Bretlandi, hann kemur, er þetta ekki bara komið til þess að vera? Jú, hann kemur alltaf. En hann kemur með mismunandi kokka með sér. Hann notar þetta svona aðeins til þess að verðlauna þá. Já, þetta er svona gulrót fyrir staffið að fá að koma til Íslands. Þeir hafa gaman að því og þeir fara hérna í Bláa lónið og fara upp á gosinu núna og skoða umhverfið og svo erum við svo heppin núna akkurat, það er svo gott veður og það njóta sín allir. Það er náttúrulega alltaf gott veður í Grindavík. Já, en það getur verið misjafnt. Nei, við erum mjög íhaldsamir og ef þetta líka vel þá viljum við endilega halda áfram sko. Og Hjú, hann er ekkert að fara að gefast upp á okkur sko. En nú er sjálfur Helgi Björns að byrja, eru það að færa bara skafti, nú eru konir bara frægir listamenn? Já, ég segi nú hinir eru líka frægir, en kannski er Helgi frægastur eins og þetta er í dag. Þannig að við mjög gaman að fá hann hingað. Í öðru landi, horfið til himins, á stjörnurnar eru þær, eins á þér. Það eru leikmannakaup sko, ég er að reyna að kaupa nýjan leikmann í bandi og Þórólfur hefur verið á lausu núna eftir að hann sagði störfum sínu lausum sem sóttvarnalæknir, þannig að það eru hugmyndum að hann geti kannski komið í liðið og Já, þið vantar bassaleikara núna eftir, þú ert bara með gítarleikara, þannig að þetta reyna að kaupa hann af Bítlabandinu. Af Bítlabandinu og sjá hvort að það sé ekki bara möguleiki að hann gæti svo bara verið áfram sko. Þórólfur, þú gengur kaupum og sölum? Já, ég er ekki ódýr skal ég segja þér og það er það sem hefur staðið í Helga, það eru samningar, þeir eru í gangi sko og við gætum nátt saman en það verður svona komið ljós bara. Herru Telma, ef ég fer ekki með rangt mál þá ertu búin að vera hérna í hvert einasta skipti síðan þetta byrjaði. Já, ég held að það sé bara rétt hjá þér. Og þið systurnar allar? Já. Er einhver ástæði fyrir því? Er einhver tenging inn í Þorbjörn eða? Ég held að pabbi hafi nú mikið það að segja, skipuleggjarna sjálfur.
byrju, nú eru það á nýjum stað síðan undanfarin ár, þetta fyrsta skipti hérna. Er þetta ekki miklu betra hér? Jú, mér sýnist allavega að vera þægilegra fyrir fólk að bíða í röðinu og svona betra aðstaða. Og það er allir að mæta á þetta virðist vera, það er gríðarleg mæting. Já, og rosalega mikið að utanbæja fólki líka. Gaman að sjá það. Það er nú gaman að sjá með sýnist fólk vera komið langt frá. Hvaðan kemur þú til að koma á Fish and Chips í Grindavík? Ég kem úr Hafnlausri strönd frá Vík í Mýrdal. Og hvað, sástu þetta bara auglýst og hvað, hver er ástæðan fyrir? Bara Fish and Chips eða hver er ástæðan? Bara því ég þekki þá sem að vinna hjá Víkurfréttum. Það er einhver svoleiðis tenging, já? Nei, svo er þetta náttúrulega frægt. Ég var búinn að frétta af þessu síðast þetta var fyrir löngu, þetta er alveg frægt. Þökkum fyrir áhorfið, viljum við minna á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út vikulegt héraðsfréttablað sem dreift er frítt öll Suðurnes, meðal annars í öllum verslunum Netto. Við erum að skrifa fréttir alla daga á Víkurfréttavefinn vaff.is. Meðal annars nýja fréttir alla daga frá tökum við Hafnargötu. Við erum að skrifa golffréttir á kylfingur.is. Íslendingurinn Guðmundur Ágúst Kristjánsson er að keppa á stærstu mótaröð í Evrópu. En við þiggjum ábendingar gott efni í okkar miðla og endilega sendu okkur á vaff hjá vaff.is. Við kveðjum ykkur héðan frá Hafnargötunni í Keflavík og sjáumst að vikuleiðinni. Verið sæl.